176 dagar eru í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort halda eigi áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Ríkisstjórnin telur þetta rétta tímann, stjórnarandstaðan er á öðru máli. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins segir að staða heimsmálanna hafi gjörbreyst frá því Ísland sótti upphaflega um aðild. Sérfræðingur í stækkunarmálum segir vel hægt að semja en engar varanlegar undanþágur séu í boði. Rannsakendur telja líkur á að Bandaríkjamenn beri ábyrgð á að stúlknaskóli í Íran var sprengdur. Forsætisráðherra Líbanon segir fordæmalausar hörmungar í aðsigi þar vegna fólks á vergangi eftir árásir Ísraelsmanna. Borgarfulltrúarnir Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir eru hætt í Sjálfstæðisflokknum og gengin til liðs við Miðflokkinn. Marta segir að þeim hafi verið hafnað fyrir að vera andvíg borgarlínu, flokkurinn sé klofinn í borginni. Hann er klofinn, það er alveg ljóst og hann er klofinn þetta verkefni og hefur verið lengi. Komiði sæl. Laugardaginn 29. ágúst greiða Íslendingar atkvæði hvort halda eigi áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Utanríkisráðherra leggur málið fyrir Alþingi eftir helgi og umræðu þarf að vera lokið fyrir lok maí. Eitt þeirra mála sem við afgreiddum í morgun var þingsályktunartillaga þjóðaratkvæðagreiðslu hvort aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið skuli framhaldið. Og hún verður haldin laugardaginn 29. ágúst eftir 176 daga. Ákvörðunin var kynnt eftir ríkisstjórnarfundi í morgun og kom svo sem ekkert á óvart, enda er kveðið á í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins að greiða ætti atkvæði ekki síðar en á næsta ári. Og að mati ríkisstjórnarinnar er þetta rétti tíminn. Við teljum að akkurat núna standi Ísland það sterkt, efnahagslega en líka bara sjálfsmið þjóðar til að geta tekið þessa ákvörðun. Við ætlum að spyrja þjóðina eftirfarandi spurningar á að halda áfram viðræðum aðild Íslands að Evrópusambandinu og þá getur þjóðin svarað 2 valkostir, já það að halda áfram eða nei þá ekki að halda áfram. Og ég mun mæla fyrir þessari þingsályktun í upphafi næstu viku. Og eftir það fer tillagan í 2 umræður á Alþingi og samkvæmt lögum það meðferð málsins að vera lokið að minnstakosti 3 mánuðum fyrir 29. ágúst eða 29. maí. Bæði Viðreisn og Samfylkingin hafa löngu verið höll undir Evrópusambandsaðild en öðru máli gegnur 3. stjórnarflokkinn. Það hefur svo sem aldrei farið fram hjá neinum hver stefna okkar í flokki fólksins hefur verið alla tíð. Við virðum þjóðarviljan og eins og amma mín Nína sagði alltaf, sá spyr sem ekki veit og nú ætlum við að spyrja þjóðina okkar. Ef að þjóðin segir já, þá mun ég gera svona ráð fyrir því þetta ekkert ólíklegt að viðræður myndi hefjast í kringum áramót. Og ráðherrarnir töldu tilefni til að árétta hvað væri verið að greiða atkvæði í ágúst. Það er ekki verið að kjósa aðild. Þetta er ekki umræða hvort við ætlum inn í Evrópusambandið. Þetta er umræða hvort við ætlum að fara aftur í aðildarviðræður. Náist samkomulag verða afturgreidd atkvæði og þá inngöngu. Ef að við fáum já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, þá mun ég hins vegar aldrei skrifa undir samning. Aldrei skrifa undir samning sem felur í sér afsal á forræði Íslendinga yfir auðlindum eins og til dæmis fiskveiðiauðlindinni. Björn Malmquist, hver hafa viðbrögðin við þessum fréttum verið í Brussel? Það er mikill áhugi á þessu máli hérna í Brussel en kannski ef við byrjum á viðbrögðum stækkunarstjóra Evrópusambandsins Mörtu Kos, hún sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem að til dæmis kom fram að í aðildarviðræðum yrði tekið tillit til sérstöðu umsóknar ríkja á þess að hún færi svo sem neitt nánar út í það. En Björn, er aukinn áhugi á stækkunarmálum í Brussel? Já, og hefur verið allar götur síðan vorið 2022 þegar Rússar hófu sína allsherjar innrás í Úkraínu. Má kannski segja að síðan þá var þessari umræðu svolítið sparkað í gang hérna í Brussel og náttúrulega í höfuðborgum aðildarríkjanna 27 og hefur verið mjög viðvarandi síðan þá og það er verið að reyna að þoka áfram umsóknarferlum þeirra 9 ríkja sem eru á listanum. Albanía og Svartfjallaland eru kannski komin hvað lengst en það er líka talað Úkraínu í
í samhengi við friðarviðræður. Þannig að það er talað þetta út frá svona geopolítískri stöðu Evrópusambandsins, varnar- og öryggismálum, ekki bara til suðurs og austurs, heldur líka til norðurs og þess vegna horft í áttina til okkar. Ég ræddi þetta við virtan sérfræðing í stækkunarmálum sambandsins hérna í Brussel í dag. Heyrum hvað hún hafði að segja. That means that having a northern dimension to enlargement for the first time since 1995, when Sweden and Finland joined, is a really interesting new proposition. It means a relatively advanced, fairly wealthy economy joining, and also a different geographical focus. It's not only an eastern and southeastern matter. Iceland closed 11 chapters already. It's adopted a lot of the EU rules and regulations under the European Economic Area. So a quite rapid accession process of maybe only a year might be needed, and that would pave the way for further enlargement. There's a recurring theme in the debate in Iceland these days, which is basically there is nothing to negotiate about. So I ask you, is there something to negotiate about? There's always something to negotiate about with the EU. 95% of the EU's rulebook is non-negotiable because it's already been agreed among 27 countries. Others have joined and they've had to sign up to everything. But a country that wants to join can always negotiate about the timeline of implementation of the EU rules and regulations. And the EU, meanwhile, will want to put some kind of timeline on the introduction of some benefits. For example, Polish farmers had to wait for a decade to get all of the subsidies under the Common Agricultural Policy. So there's some room for transition periods to be negotiated, but there are no opt-outs available anymore. Björn Malmquist, utanríkisráðherra, talaði það í dag að fara helst beint í stóru málin eins og sjávarútveg og landbúnað. Hvernig verður því tekið, heldur þú, í Brussel? Því verður vel tekið. Ég var að tala þetta við embættismenn hérna hjá framkvæmdastjórninni í dag og það skilningur á þessari kröfu Íslendingum að dýfa sér, ef svo má segja, beint í stóru málin, sjávarútveg og landbúnað, sem var vel að merkja ekki gert þegar við sóttum 2009 og í framhaldi af því. En viðtalið við Heather Grabe verður svo aðgengilegt inn á ruv.is eftir skamma stund og það áhugavert að sjá það. Nákvæmlega, Björn Malmquist í Brussel, takk kærlega fyrir þetta. Og við förum aftur hingað heim því ríkisstjórnarflokkarnir 3 héldu sameiginlegan þingflokksfund í dag þar sem þingsályktunartillaga utanríkisráðherra var samþykkt einróma. Fólk mjög einhuga að næsta skref mjög skýrt. Það einfaldlega bara að spyrja þjóðina hvort hún vilji halda áfram, vita meira eða ekki. Í yfir 10 ár þá hefur þjóðin í rauninni verið klofin varðandi það að þessi valkostur var tekin á borðinu án þess að þjóðin var spurð. Nú gefst þjóðinni tækifæri til að taka afstöðu hvort hún vilji kanna þennan kost og fá samning á borðið eða ekki og það held ég að skipti miklu máli til að sameina þjóðina niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu. Það hefur nú ekki verið eining innan þíns flokks varðandi ESB-aðild. Nei, það hefur ekki verið en við stöndum alveg einhuga baki því að fara sér í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Það full samstaða meðal ríkisstjórnanna að treysta þjóðinni. Að treysta þjóðinni til að taka afstöðu sín utanríkismál. Ég myndi gjarnan vilja fá að sjá samning og taka síðan afstöðu það hvort ég vilji ganga í Evrópusambandið eða ekki. Mér finnst svolítið einkennilegt að vera bara búin að ákveða það án þess að sjá forsendurnar. Hugnast þér aðild að Evrópusambandinu? Ég hef ekkert verið neitt hlynnt aðild að Evrópusambandinu en ég fagna þessari atkvæðagreiðslu. Það er búið að ræða þetta fram og tilbaka. Við skulum fá úr því skori hvort að þjóðin vilji að við förum í viðræður og sjáum hvað kemur út úr þeim eða hvort að þjóðin vilji það ekki. Nú meirihluti landsmanna hlynntur þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna við ESB samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Alma Ómarsdóttir, fréttamaður, hvað geturðu sagt okkur meira þessa könnun? Já, könnunin var gerð á tímabilinu 19. febrúar til 4. mars og samkvæmt henni að þá ríflega helmingur eða hátt í 60% svarenda hlynntur því að gengið verði til þessarar þjóðaratkvæðagreiðslu. Íbúar höfuðborgarsvæðisins virðast vera ívið jákvæðari gagnvart kosningu heldur en íbúar á landsbyggðinni.
Í þjóðarpúlsinum voru 2 spurningar sem tengjast aðild Íslands að Evrópusambandinu. Fyrst var spurt hversu hlynntur eða andvígur ertu þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við ESB og ef framhald aðildarviðræðna við ESB yrði borið undir þjóðaratkvæði í dag, hvernig líklegast að þú myndir greiða atkvæði? Tæp 58% þeirra sem svöruðu fyrri spurningunu sögðust hlynnt, ríflega 30 andvíg og 12% hvorki né. Íbúar höfuðborgarsvæðisins eru frekar hlynntir þjóðaratkvæðagreiðslu en íbúar á landsbyggðinni. 64% íbúa höfuðborgarsvæðisins eru hlynntir, 26% andvígir og 10% hvorki né. Aftur á móti eru ríflega 45% íbúa á landsbyggðinni hlynntir þjóðaratkvæðagreiðslu, 39% andvígir og rúm 15% hvorki né. Ef kosið væri framhald aðildarviðræðna í dag segjast 52% vilja halda viðræðum áfram en 48% væru á móti því. Já, og við spurðum fólk á förnum vegi, bæði á Akureyri og í Reykjavík, hvernig því litist á að gengið yrði til þessar þjóðaratkvæðagreiðslu. Og fólk var svona oftast opið fyrir sjálfri kosningunni, þó að það væri kannski ekkert endilega til í að síðan ganga í þessar samningaviðræður eða jafnvel í Evrópusambandið. Ég svo sem alveg hlynntur í að sjá hvað í boði, hvað geta boðið okkur. Þjóðin má alltaf ráða þessu vill sko, en ég vil ekkert fara í ESB þess vegna sko. Mér finnst að við eigum að sjálfsögðu að halda atkvæðagreiðsluna til að vita hver púlsinn stendur. Já, ég fagna þessar ákvörðun. Hvers vegna? Vegna þess að mér finnst það mjög mikilvægt að við fáum að vita hver í pakkanum. Já, ég er hlynntur því, mér finnst það bara mjög eðlilegt. Er ekki bara fínt að kjósa þetta og þá vitum við hvað þjóðin vill? En það ekki flott? Mér finnst bara mjög eðlilegt að fólk fá að ráða því og fá að kjósa það hvort við höldum þessu áfram því að við erum náttúrulega ekki að kjósa það hvort við förum beint í það, heldur bara að fá að vita hvort við viljum halda áfram. Já, þetta það lýðræðislegt, en þú veist, ég hef ekki áhuga á þessu sko. Já, og við spurðum fólk líka hvernig það myndi kjósa ef gengið til kosningana í dag og miðað við stöðun í dag, hvort það myndi þá segja já eða nei við áframhaldandi viðræðum. Ég hugsa ég myndi neita því, svona allavega á þess að vera búin að sjá nokkur skapaðan hlut sko. Mér finnst mér vanta frekari upplýsingar en ég svona frekari ákvæða það. Ég myndi segja já að halda áfram viðræðum en ég myndi segja nei við inngöngu eins og ég horfa á stöðuna núna. Hvort myndir þú vilja halda áfram viðræðum eða ekki? Ekki. Hvers vegna? Já, mér finnst þau betur sett utan. Og við erum ákveðna hagsmunir sem við eigum ekki hleypa þessu fólki inn í eins og sjávarútvegurinn hjá okkur, til dæmis. Myndirðu vilja halda þessum viðræðum áfram? Já, ég held að það sé gott að fá skýrt svar. Ef ég gæti tekið upplýst ákvörðun það, mér finnst að fólk fari svolítið út víðan völl og það sé ekki hægt að fá skýr svör. Ég vil sjá hvað í pakkanum. Það fer eftir því, hvað í pakkanum. Mér líst vel á það sem hefur verið kynnt að fá fyrst eitthvað samning á borðið sem verður síðan hægt að kjósa hvort við viljum eða ekki. Og hér hjá mér eru formenn stjórnarandstöðuflokkana á Alþingi. Já, þið hafðu nú sagt að þetta sé kannski ekki rétti tíminn til þess að fara til þessara kosninga núna. Hvers vegna það? Nú, við höfum gagnrýnt þessa tímasetningu að hún sett í lok sumars þegar að bara auðsjáanlega allir verði fríi, fólk verður út og suður og það verður minni móttaka á upplýsingu til þess að geta tekið svona meðvita og ígrundaða niðurstöðu eða ákvörðun í aðdraganda þessara kosninga. Mér finnst líka eðlilegt að þessum kosningu verið ýtt aðeins inn í hausti þannig að þingið sé starfandi og þingið sé hafi störf og þannig að dagsetningin, mér finnst að hún eigi að ýtast inn í haustið en svo verð ég að fá að bæta við að það auðvitað algjörlega fáheyrt innan allra ríkja sem að hafa viljað að fara inn í Evrópusambandið að það sé ekki meiri hluti á þjóðþingi fyrir þeirri vegferð eins og staðan nú í dag. Flokkur fólksins hefur marg ítrekað sagt að þau séu á móti inngöngu Evrópusambandið og þetta auðvitað inngönguferli sem á að spyrja í lok ágúst.
Þú hefur líka sagt þetta sé í raun og veru inngönguferli en við hljótum að geta hætt við eins og þinn flokkur gerði á sínum tíma. Ég hef ekki bara sagt þetta. Evrópusambandið sjálft hefur reynt að útskýra þetta fyrir Íslendingum. Ef að ríkið sækir þá ætlar það sér inn. Og viðræðurnar ganga eingöngu út á að útskýra með hvaða hætti umsóknarríkið ætlar að uppfylla kröfur Evrópusambandsins. Það sem meira á meðan á ferlinu stendur, þá þarf að byrja að aðlaga sig Evrópusambandinu. Það þarf að breyta lögum, það þarf að búa til nýja stofnanir, stækka báknið. Þannig að þetta í rauninni spurning það hvort að menn vilji inn í Evrópusambandið eða ekki. Þetta höfum við séð í erlendum fjölmiðlum í dag, fréttir það að Íslendingar ætla að ákveða í lok ágúst hvort ætli inn í ESB eða ekki. Því að engin þjóð hefur heyrt eins fáránlega nálgun og ríkisstjórn Íslands til þess að geta blekkt Íslendinga til að taka þátt í. Lilja, þú bauðst fram sem formann Framsóknarflokksins gagngert vegna þessa máls. Já, það þannig vegna þess að ég tel að hagsmunum okkar sé mun betur borgið utan Evrópusambandsins og ég tel að áður en þau farið í svona þjóðaratkvæðagreiðslu þá þurfa allar upplýsingar að liggja fyrir hvað er kosið og við í Framsókn treystum að sjálfsögðu þjóðinni fyrir þessari stóru ákvörðun en áður en að slíkt gert þá mjög brýnt að forsætisráðherrann og utanríkisráðherrann fari yfir það með þjóðinni hvaða samskipti hafa átt sér stað við Evrópusambandið þannig að þjóðin geti tekið upplýsta ákvörðun. Svo vil ég líka nefna það að nú ríkir mikil óvissa alls staðar í heiminum. Það geisar stríð í Evrópu og líka í Miðausturlöndum. Ég hefði talið að það væri skynsamlegt að skapa ekki meiri óvissu hér sem tengist því að það verður erfiðara að ná niður verðbólgu og vöxtum því að það sem gerist að atvinnulífið og heimilin þau munu sem sagt ekki taka einhverja nýjar ákvarðanir þegar þessi óvissa en ríkisstjórnin bara búin að gefast upp á því. Þess vegna kemur þetta núna. Það ljóst að menn hafa skiptar skoðun á þessu hér á Alþingi og þetta verður eflaust rætt hér áfram en við ætlum allavega að segja þessu lokir hérna í kvöld. Takk fyrir það, Alma Ómarsdóttir á Alþingi og nú ætlum við að snúa okkur á öðrum og fara til útlanda. Rannsakendur bandaríska hersins telja líkur á að bandaríski herinn beri ábyrgð á árás og stúlknaskóla í borginni Minab í Íran síðustu helgi. Reuters greindi frá þessu í dag en New York Times hafði í gær leitt líkum að þessu. Yfirvöld í Íran segja að yfir 160 hafi verið drepin í árásinni sem var gerð á laugardaginn, var á fyrsta degi árás á Bandaríkjamanna og Ísraelsmanna á Íran. Rannsakendurnir hafa ekki komist að endanlegri niðurstöðu. Bandaríkjastjórn hefur sagt alla vikuna að málið sé til rannsóknar en að herinn ráðist aldrei á borgaralegar byggingar viljandi. Hallgrímur, hafa Bandaríkjamenn með einhverjum hætti brugðist við þessum tíðindum? Já, aðeins lítilega í gær í fréttinni sem New York Times birti í gær þá kom fram að Bandaríkjamenn hefðu ráðist á flotastöð Írans við Hormuzsund sunnan við Íran, Minab borgin sem skólinn í nærri sundinu. Þetta mikilvæg siglingarleið eins og við höfum fjallað áður. Talskona Hvíta hússins var spurð út í þetta í gær og hún sagði að hún vissi ekki til þess að Bandaríkjamenn hefðu átt þátt í þessari árás en að rannsókn stæði yfir en það hefur aukist þrýstingur á það að þessi rannsókn sem Bandaríkjamenn eru að gera núna að hún fari að skila einhverju niðurstöðu og í dag kom hann frá mannréttindastjóra Sameinuðu þjóðanna. What we have asked for is obviously prompt, transparent and impartial investigations, which we understand has been announced by the United States of America. We need this to happen very quickly and we need to also make sure that there is accountability as well as redress for the victims. En Hallgrímur, það ekkert lát á árásum í Íran? Nei, og reyndar heldur ekki lát á árásum Írana á önnur lönd, ekki bara Miðausturlönd, heldur voru stjórnvöld í Azerbaijan að saka Íransstjórnum að hafa skotið 4 drónum yfir landamærin til sín og inn í héraðið Nakhchivan. En hvað Íran varðar, þá eru árásurnar orðnar harðari og íbúar í Teheran sögðu að síðastliðin nótt hefði verið svo versta sem þeir höfðu upplifað frá því þetta allt saman hófst og fólk orðið mjög óttaslegið. Ísraelsmenn og Bandaríkjamenn tala líka núna það að þetta sé komið á nýtt stig, þessi hernaður.
Ísraelsmenn hafa til dæmis eyðilagt byrgi sem Ali Khamenei erkiklerkur notaði og var víst í notkun ennþá að þeirra sögn, Khamenei sem var drepinn í árásunum, fyrst í árásunum. Það líka hins vegar verið að ráðast á borgaraleg mannvirki og meðal annars var skrifstofa Rauða hálfmánans sprengt í nótt. En svona samkvæmt svona nýjustu tíðindum þá hafa rúmlega 1300 í það minnsta verið drepin í Íran frá því að þessar árásir hófust. Og maður bara spyr sig, engar vonir frið? Það virðist ekki vera. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social í dag að engir samningar við Íran kæmu til greina nema að þeir fælu í sér algjöra uppgjöf Írana. Og forseti Írans sagði reyndar í dag að það væri unnið að einhverjum friðarviðræðum en fór ekkert nánar út í það hverjir væru í raun og veru að vinna þeim. Hvíta húsið birti hins vegar í dag myndskeið þar sem Donald Trump sést biðja fyrir sigri í stríðinu með aðstoð leiðtoga evangelísku lútersku kirkjunar. Íranar, þeir báðu líka fyrir sigri í dag í föstudagsbænum sem í Teheran, þeim fyrstu sem voru haldnar frá því að stríðið hófst og þær voru býsna fjölmennar og það voru síðan mótmæli gegn stríðinu eftir þessar bænir og þar virtist vera býsna mikill baráttuhugur í fólki. از این انقلاب نمیگذریم. از خون رهبرمون نمیگذریم. دونه دونه بچه‌های این سرزمین آمادن که بجنگن با آمریکا و اسرائیل انشالله تا پیروزی. ما امروز جمعه نماز جمعه اومدیم که نشون بدیم همه با هم متحدیم، اتحاد داریم، نترس هستیم و دشمن کاری نمیتونه بکنه. با رفتن رهبرمون آب از آب تکون نخورده. همه چی سر جای خودش و تا پیروزی ما تو صحنه هستیم. En það líka slæmt ástand í Líbanon. Já, Ísraelsmenn héldu árásum áfram á Beirút í nótt. Þeir segja að þeir hafi beinst að nokkrum bækistöðvum Hezbollah, meðal annars háhýsum þar sem samtökin hafi verið að geyma vopn. Það hafa minnst 217 verið drepnir í Líbanon síðustu daga og það Sameinuðu þjóðirnar segja að það sé 100.000 manns á vergangi þar núna og það víða slæmt ástand, ekki síst í Beirút þar sem fólk flýr unnvörpum og oft í yfirmönnuðum farartækjum. Ísraelsmenn hafa hvatt fólk til þess að flýja úr suðurhlutanum eða vill bjarga lífi sínu en Sameinuðu þjóðirnar hafa lýst efasemdum að þessar ráðstafanir standist alþjóðalög. Bæði flóttamenn og stjórnmálamenn í Líbanon hafa hins vegar mjög miklar áhyggjur af ástandinu. ضربوا هون بس في مدنيين أطفال نساء بس ما في شيء تاني ما في أبدا. We've seen it in Gaza, we've seen it in Lebanon too, but why every time they have to give them the pretext and make them look as if it's self-defense? The consequences of this displacement at the humanitarian and political level may well be unprecedented. A humanitarian disaster is looming. Nú forseti Líbanon segir að mannúðarhamfarir vofi yfir og það geti síðan haft áhrif í Evrópu. Jú, það gæti vel gert það eins og gerðist fyrir rúmum 10 árum eftir borgarastríðið í Sýrlandi, þá streymdu milljónir manna til Evrópu. Það er kannski ólíklegt að það endurtaki sig í þessum mæli en staðan í þessum málum og viðbrögð við mögulegum straumi flóttafólks frá Íran var umræðefni á fundi dómsmálaráðherra Evrópuríkjanna í Brussel í vikunni og þar tóku dómsmálaráðherrar frá bæði Noregi og Íslandi þátt. Við vorum mörg að benda á það að það eru nokkrir dagar liðnir en alvarleikinn hann leynir sér ekki. Áhrifin þau leyna sér ekki. Svo það annað samtal hvað þýðir þetta, eitt hvað þetta þýðir flóttamenn, svo þetta hvað þetta þýðir öryggisógnir við Evrópu. Þannig það svo margt undir í svona samtali. Og það verður nánar fjallað stríðið og breytingar á viðhorfi til flóttamanna í Evrópu undanfarin áratug í heimskviðum á Rás 1 eftir hádegisfréttir á morgun. Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, hafa sagt skilið við Sjálfstæðisflokkinn og eru gengin til liðs við Miðflokkinn. Bæði Marta og Kjartan hafa setið árabil í borgarstjórn fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Í prófkjöri fyrir síðustu borgarstjórnarkostingar höfnuðu þau í 3. og 4. sæti á lista. Fyrir kosningarnar núna var skipuð uppstillingarnefnd sem réðst í róttækar breytingar á listanum og þar eru hvorki Marta né Kjartan.
Nú eru þau komin í miðflokkin en búast ekki við að taka sæti á lista. Okkur hefur ekki verið boðið sæti og það var aldrei markmiðið að við færum yfir í aðra flokka til þess að þykja sæti því að bæði óskuðum við eftir sæti á framboðslista Sjálfstæðisflokksins en það var augljóst mál að okkur var skipt út fyrir það að vera andvíg borgarlínuverkefninu. Sömuleiðis var öðrum fulltrúum vippað aftar á listan í áhrifalaus sæti. Mér skilst að það hefði komið til greina að hafa okkur eitthvað staðar neðla á listanum í algjörlega áhrifalausum sætum og ég gat að minnsta kosti ekki hugsa mér það. Valið á listan hafi verið ólýðræðislegt. Þau segja þeirra skoðanir samræmast betur stefnu miðflokksins sem taki skýra afstöðu til ákveðina mála eins og samgöngumála. Borgarlínan hafi lengi verið deiluefni innan Sjálfstæðisflokksins. Hann er klofinn, það er alveg ljóst og hann er klofinn þetta verkefni og hefur verið lengi. Við höfum verið 4 innan borgarstjórnarhópsins sem að höfum verið andvíg borgarlínuverkefninu en 2 verið hlynntir því. Hvernig verður þetta að framma kosningum? Eru þau óháð? Þá erum við borgarfulltrúar og óháð eða bara borgarfulltrúar miðflokksins og hefum þá tækifæri, munum bara halda áfram okkar störfum við að gagnrýna það sem miður fer hér í borgarstjórn sem er því miður margt en leið að styðja öll góð mál. Sigga Beinteins heldur tónleika í salnum í Kópavogi í kvöld og þar ætlar hún að fara yfir 40 ára feril sinn í tónlistarbransanum. Ástrós Sigríðardóttir fréttamaður í salnum. Já, maður spyr sig, dugar ein kvöldstund til að fara yfir þennan glæsilega feril? Já, það liggur beinast við að beina þeirri spurningu beint til hennar Siggu. Sigga, dugar ein kvöldstund til að fara yfir allan ferilinn? Nei, eiginlega ekki sko. Það tók svolítið tíma að velja lögin í það sko. Því ég er náttúrulega búin að syngja ógrinni af lögum sko. Þannig að þetta var svolítið, það hefur þurft nokkur kvöld til að taka þá allan ferilinn sko. En ég tek svona, brotaði besta. Hvað var það upphaflega sem fékk þig til að feta þessa braut í lífinu? Veistu það, ég held að það fæðst í mér. Ég er ekki að djóka, ég held að það hefur bara frá því, ég byrjaði vist 5 ára að syngja og ég held bara að þetta hefur alla tíð verið í mér og bara átt hugminn alla tíð. Ég verð bara að segja það. Og það er mikið afrek. Allar sóloplöturnar þínar hafa orðið að gullplötu. Ég veistu það. Það er bara allt og ekkert. Það er bara svoleiðis. Er það ekki? Takk fyrir það Sigga Beinteins, en þá að veðri. Kröpp og djúp lægð vestur af landinu stýrir veðrinu í nótt og á morgun. Gefnar hafa verið út gular, hríðar og vindaviðvaranir á norðvestan og norðanverðu landinu sem taka gildi í fyrramálið og gilda fram eftir degi. En við fyrir nánar yfir veðrið að loknum íþróttafréttum. Vetrarólympíumót fatlaðra er formlega sett í Verona á Ítalíu í kvöld. Einn Íslendingur keppir á mótinu. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Evrópumeisturum Englands í hádeginu á morgun. Leikurinn er annar leikur liðsins í undankeppni HM 2027. Toppbaráttan í úrvalsdeild karla í handbolta er orðin nokkuð spennandi en 2 umferðir eru eftir áður en að úrslitakeppnin tekur við. Þetta á fleira íþróttum hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma. 176 dagar eru í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort halda í áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Ríkisstjórnin telur þetta rétta tímann en stjórnarandstaðan er á öðru máli. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins segir að staða heimsmálanna hafi gjörbreyst frá því Ísland sótti upphaflega aðild. Sérfræðingur í stækkunarmálum segir vel hægt að semja en engar varanlegar undanþágur séu í boði. Rannsakendur telja líkur á að Bandaríkjamenn beri ábyrgð á að stúlknaskóli í Íran var sprengdur. Forsætisráðherra Líbanon segir fordæmalausar hörmungar í aðsigi þar vegna fólks á vergangi eftir árásir Ísraelsmanna. Borgarfulltrúarnir Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir eru hætt í Sjálfstæðisflokknum og gengin til liðs við Miðflokkinn. Þessum fréttatíma er að ljúka og þá komið að íþróttum og veðri en við á fréttastofunni. Við þökkum ykkur kærlega samfylgdina í allan dag og öllum okkar miðlum og vonum að þið njótið helgarinnar. Verið þið sæl. Nýr skemmtiþáttur er að hefjast hér á RÚV.
Ísland ekki tilbúið í það. Í hverju viku fæ ég til mín 2 nýja þáttastjórnendur og saman ætlum við að kryfja okkar litlu, skrítnu og skemmtilegu þjóð. Ég ætla að hósta þáttinn svona allan tíma. 6 laugardaga í röð og í þráðbeinni útsendingu fyrir framan áhorfendur þar sem allt getur gerst. Svo græið poppið, kælið gósið og keyrum út í gang.